Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Auðlindagarðurinn á Reykjanesi aðal viðfangsefni þáttarins og stærsti aðilinn í auðlindagarðinum einmitt Bláa lónið og við ætlum líka þangað skoða meðal annars nýtt og glæsilegt lúxushótel. Komið með okkur. Bláa lónið opnaði nýtt lúxushótel í apríl 2018 en það átti sér langan aðdraganda en fyrstu hraunhellunni var lyft í framkvæmdinni miðjan desember árið 2014 en þá sagði Grímur Sæmundsson, forstjóri Bláa lónsins, þetta við upphaf ferðamannasprengjunnar. Þetta auðvitað gríðarlega mikil framkvæmd og spennandi fyrir frekar, þetta svona kannski má segja hvað okkur enda varðar svona punkturinn yfir í, hvað varðar uppbyggingu á þessu svæði. Og ég tel að í ljósi þeirra þróunar sem hefur verið hjá okkur og hjá ferðaþjónustu á Íslandi undanfarin misseri að þetta sé bráðnauðsynleg framkvæmd og muni styrkja vörumerki Blue Lagoon Iceland gríðarlega. Bygging hótelsins kostaði á 4 milljarð króna en mikið lagt upp úr upplifun gesta í náinni snertingu við náttúruna en Bláa lónið eitt af undrum veraldar. Víkurréttir eru fyrsti íslenski fjölmiðillinn til að heimsækja nýja hótelið. Við erum hérna út á svölum á eina af þessum glæsilegu herbergjum í nýja hótelinu. Það alveg ljóst að Bláa lónið var að fara einhverja nýja leiðir hérna þegar þetta hótel var byggt. Já, ekki spurning. En svo bara þegar við horfum hérna út þá sér maður nákvæmlega hvað þetta snýst um. Og það náttúran og lónið. Og hvert einasta herbyggi hefur svona sína upplifun. Og sem dæmi herbyggi sem ég stundum í hérna úti á svölum í. Það rauninni með þessa mosa útsýni og Þorbjörn og svona yfirsýn yfir svolítið Reykjanesi hérna. Og hérna fyrir neðan okkur þá ertu með lón beint fyrir utan hjá þér. Og þar geta gestir til dæmis farið í fótabað og slakað á. En í heildinni eru við með 5 típur af herbyggjum. Og eins og segi, hvert herbyggi hefur sína upplifun. Sum herbyggi með lava eða hraunið alveg í glugganum. Og svo erum við 2 stóra svítur sem hafa prívat lón og stærri herbyggi. Það náttúrulega gríðarlega vinsælt að það sé leiðar út. Þegar var tekin ákvörðun að byggja þetta hótel, þá var verið að horfa til hins betur, til ferðamannsins sem að geta borgað meira? Já, alveg klárlega. Og það alveg magnað að það breyttist svolítið. Við erum að fá betur borgandi ferðamenn, alveg klárlega. Og líka bara þannig gest sem vill bara slaka á og prófa eitthvað nýtt og með svona bucket list. Og þannig það kom okkur svolítið óvart að markaðurinn mun stærri en við töldum. Ekki bara efnaðri ferðamenn? Já. Sem að þið voruð í rauninni kannski að horfa á fyrst mest? Algjörlega. Það átti fyrst og fremst að horta á að þessi betur borgandi ferðamenn myndu koma og við gerðum ráð fyrir því. En annað kemur á daginn að það í rauninni mjög vinsælla bara hver sem vil bara koma og njóta þess að vera í núinu sko. Þetta eitthvað þá sem að stendur Íslendingum til boða líka? Já, heldur betur. Og Íslendingar hafa verið duglegir að heimsækja ykkur og bæði bara gista hér og farið á spaðið sem svona 4 tíma slökun og svo á veitingastæðin og gert svona helgjúrsu eða dag eða hvernig sem það gerist. En Retreat Spa líka alveg mögnu upplifun, það innifalið inn í herbygginu. Allir sem að kaupa þessi herbyggi hafa aðgang að Retreat Spa eins mikið að vilja. Margir gestir sem til dæmis fara inn í spaðið í klukkutíma 2, fara svo upp á herbyggja að leggja sig jafnvel, fara svo aftur í spaðið og gera bara dag úr þessu. Og svo veitingastæðir inn í spaðinu og það þetta ótrúlega upplifun. Og það sem náttúrulega eitt að magnaðasta við spaðið þetta það sem við köllum svona Blue Lagoon Ritual. Þá ertu inn í hrauninu að upplifa þessa einstöku hráefni Bláa lónsins sem kísillinn, þörungurinn og þessi steinefni. Og við höfum gert alveg ótrúlega magnað upplifun úr því. Og svo eru alls konar aðrar upplifanir eins og eldherbyggi, regnherbyggi. Svo alltaf lónið sjálft sem svolítið exklusíft, þannig að það ekki margir í því lóni. Þannig að þetta ótrúlega svona exklusív upplifun sem gestir vilja fá.
Þannig að gesturinn hann upplifir sig mjög sterkt komandi, verandi í náttúrunni þannig lagað að maður tekur eftir að það til dæmis ekki sjónvarpinu á herbergjunum. Einmitt. Það er engin sjónvarp í herbergjunum og það er alveg magnað að segja frá því að gestir ekkert að pæla í því. Þau bara vilja vera svolítið bara í spaðinu og vilja bara vera að borða og slaka á og fara með Reykjanesi jafnvel og slíkt, en það hefur ekki svona komið upp svo spurning eða akkur er ekki sjónvarp í herbergjunum. Og núna í nútímanum þá eru allir með síma sinn, iPad, jafnvel fartölvu, þannig að svolítið allir með sín tæki, en fyrst og fremst er þetta svolítið digital detox líka. Gestir eru bara í slöku og þetta var hluti af því. Hvað áttu við með digital detox? Útskýrðu það fyrir okkur venjulega fólkinu. Já, við erum öll svo klippt inn í að vera á Facebook og passa fréttir og alltaf með sjónvarpið á og annað slíkt. Og digital detox því ekkert annað en bara að koma út úr þessum tækni heimi í bara náttúruna. Upplifa slökunina og náttúruna hérna. Já, akkurát. Það snýst the retreat. Hvernig hafa viðbrögðin verið hjá gestum? Eru þetta viðbrögðin sem þið fáið? Að fólk að upplifa digital detox? Já, gestirnir okkar klárlega að upplifa í rauninni þessa náttúru og líka bara með þessa þjónustu starfsfólks sem er náttúrulega enga annar lík, og það er það sem gestirnir tala mikið þegar við tala TripAdvisor eða svona review sem við gefið eða í könnunum okkar, þá er ánægja gesta mjög mikil og það er sérstaklega talað að þetta var bara svolítið að tíminn stoppaði og það er það sem er svo skemmtilegt að segja frá. Og þið farið alla leið í Moss veitingastaðnum líka. Hvað það að leggja áherslu á þar? Já, Moss restaurant leggur mikla áherslu á íslensk hráefni og við hefum gert ótrúlega mikla rannsókn, veitingateymi hefur heldur betur gert mikla rannsókn á bara íslenskum hráefnum. Nú áður en Moss opnaði þá að ferðast landið og tala við ýmsu birgja og smakkað ýmsu og prófað og hugsað og mikið vinna lögð bara í að búa til hennar menju. Þannig menjun er í rauninni vinna að rannsóknum íslenska hráefna. Þannig í dag erum við með menju sem kynir þessa íslenska hráefni og íslensk kjöt og fisk beint úr Grindavík og breytist jafnvel bara daglega, bara eftir hvert er ferskasta hráefni hverju sinni. Þannig að það er svolítið magnað. Og er þessi staður eingöngu hugsaður fyrir hótelgesti eða getur landinn komið, Suðurnesjamenn og Íslendingar komið í mat? Já, það geta allir komið. Já. En auðvitað gerum ráð fyrir að hótelgesti vilji borða og það er tekin frá borð fyrir þau. En já, gesti muni geta bókað sig á netinu inn á bluelagoon.is, borð á Moss og upplifa þessa matarupplifun sem að Moss er upp á að bjóða. Þannig að ef þú segir að það hef ekki bara komið efnaðir útlendingar hérna, þá getur Íslendingar komið hérna og gist og tekið þetta allt saman, allan pakkan með spaðinu og veitingastaðnum og gert vel við sig. Heldur betur. Það er ekki þörf að ferla útlanda, það er bara að koma hingað og upplifa þetta. Þetta er alveg magnaðir hlutir. Þetta er alveg einstakt umhverfi náttúrulega. Þetta er að við Íslendingarnir teljum okkur vera vana þessu. Okkur finnst þetta venjulegt. Já. En eru viðbrögðin í gjörnur hjá útlendingum þegar umhverfið er svona? Jú, alveg klárlega og starfsfólkinu og mér sjálfum er búin að vinna hérna í 8 ár og ég er alltaf hissa hvað þetta er fallegt. Og þeir sem eru með mig á samfélagsmiðlum sjá ég er alltaf að taka einhverja myndir hérna sko. Hver dagur er nýtt listaverk hérna og gestur okkar fá að upplifa náttúrulega allt þetta veður og einu degi norðurljós, rigning, rok, snjókoma og þannig að þetta er einstök náttúra að bara vera hér á retreat sko. Nú er snjór, svo morgun kannski snjór farinn og þá var allt grænt og stundum er mosinn grænni og stundum er hann grárri og þá sést þessi svörtu litur hraunnsins miklu meira. Þetta er einnig bara stanslaust lifandi listaverk beint fyrir utan gluggann í fólkinu. Það er það sem er svo skemmtilegt og blái litur tónar ótrúlega vel við allt þetta hraun, illahraun sem við erum í. Og það er það sem er váfaktorinn í upplifinu. Það er lónið og þetta ótrúlega upplifun. En þegar fólk að koma hérna og gista hjá okkur í einhverja daga, eru þið með dagskrá fyrir þá? Eru þið að bjóða þeim upp á ferðir hérna Reykjanesið og höfuðborgina?
Já, við semst leggjum upp á því að gestirnir fá ákveðið dagskrá og gestirnir geta þá valið hvort þeir samþykkja dagskrána eða tillöguna eða komið með breytingu og við leggjum mikið upp á því að gestir okkar upplifi Reykjanesi og það er náttúrulega eins og allir vita þá er ótrúlega margt að sjá hérna Reykjanesi og þeir gestir sem hafa farið með Reykjanesi hafa verið í rauninni bara í skýjunum og tekið mikið af myndum og deilt sínu upplifun og það er gríðarlega vinsælt að Reykjanesi sé hluti af upplifuninni og við erum í samstarfi við náttúrulega marga ferðastaðala á Suðurnesju og Reykjavík auðvitað og það hefur gengið gríðarlega vel og mikil aukning hjá þeim fyrirtækjum. Ég sá núna nýlega vinsælt tímarit sem að gefið út í New York og það voru hver opnan og fætur annari, margar, allt úr Bláa lóninu, úr þessari nýjung ykkar. Eru fjölmiðlar, útlenski fjölmiðlar, duglegir að fjalla um ykkur? Já, athyglin hefur verið gríðarleg og ekki einungis að þetta er myndrænt en líka bara því að upplifunin sem slík er alveg mögnuð og við hefum gert mikið úr því að segja frá þessari upplifun og segja frá í rauninni hvað þetta er og það hefur skilað sér og við hefum boðið blaðamönnum hingað til landsins og sem hafa upplifað bæði í Trítið og Reykjanesi og aðra upplifanir á Íslandi og það hefur heldur betur skilað sér og við hefum fengið nokkur verðlaun núna 2018 vegna hótelsins, bæði byggingarinnar, hönnunar og bæði upplifunar. Þannig að þetta hefur verið skemmtileg athygli sem við hefum komið út á þennan stað enda höfum við leggjum mikla áherslu á það að hönnun sé upplifun. Þannig að það er það sem þetta er. Og gestir náttúrulega, maður tekur eftir að á sömu stöðum þá þið að biðja fólk að fara varlega með myndavélar og símana en það er engin launung að þetta er vinsælt efni á samfélagsmiðlum, Bláa lónið og frægir einstaklingar að koma jafnvel og segja frá því. Já, þetta er mest checked in staður á social media, sérstaklega á Instagram og þetta er náttúrulega gríðarlega myndrænt staður, Bláa lón og hraunið og þessu dramatíska umhverfi er rosalegt og en já, við leyfum samt enga myndatökur á til dæmis retreat spa og við erum gríðarlega hörð á því. Það sem að gestir eru bara í sínum upplifunarheim. Í spaðinu? Í spaðinu. En auðvitað er vinsælt að taka myndir í Bláa lóninu og í hótelherberginu sínu og annars líkt. Þannig já, þetta er náttúrulega, photogenic staður eins og við segjum. Já, mjög myndrænt staður, þannig að þið eru að fá alveg hellingsókipis auglýsingu. Já, við segjumst við séum með stærstu markaðsdeild í heimi, það er svo mikið gestur sem deila sínu upplifun og við fögnum því að gestirnir deili mikið á TripAdvisor og Facebook og annars líkt og ánægjan hefur verið gríðarleg og við bara erum mjög ánægð með það að við erum að halda áfram á þeim vegi. Frá Bláa lóninu, stærsta fyrirtækinu í auðlindagarðinum á Reykjanesi, yfir í lykilaðila í þessum magnaða garði. En það er auðvitað HS Orka. En forverið þess er hitaveita Suðurnesja sem hóf orkuvinnslu í Svartsengi í Grindavík fljótlega eftir stofnun sem var í lok árs 1974. HS Orka rekur 2 jarðvarmavirkjanir í Svartsengi og Reykjanesvirkjun sem er skammt frá Reykjanesvita. HS Orka er eitt stærsta orkufyrirtæki landsins og í næstu þáttum munum við fjalla ýmsa þætti í rekstri þess og framtíðar möguleika í orkuvinnslu. Við hittum Ásgeir Margeirsson forstjóra og spurðum hann fyrst út í tímabundna erfiðleika í orkuvinnslu á Reykjanesi. Staðan á því er mjög góð núna. Það er rétt, það voru tímabundnir erfiðleikar, sérstaklega árunum 2016 og 2017. Það er rétt að hafa í huga að Reykjanesvirkjun var tekin í notkun árið 2006 og það tekur tíma að læra á nýtt jarðhitasvæði, hvernig það bregst við vinnslu og hvernig því er best fyrir komið. Og svona frá 2013-14 þá fór að bera á minnkari vinnslu á Reykjanesi örlítið.
Virkjunin er 100 megawatt og sumarið 2016 var hún komin niður í rúmlega 80 megawatt og þá urðum við fyrir áfalli og vinnslan datt niður í rúm 60 megawatt sem var mikið og þungt fyrir okkur. Við réðum ráðum okkar og fengum til aðstoðar við okkur innlenda sérfræðinga til að greina málið í hörgul og hófum mikla vinnu sem allir starfsmenn HS Orku komu að með einum öðrum hætti með það markmiði að auka vinnsluna aftur. Í stuttu máli þá að svona ári síðar, haustið 2017, var vinnslan komin aftur upp fyrir 80 megawatt sem hún hafði verið áður og svo hélt hún áfram að aukast og þangað til að haustið 2018 var hún komin í fullt afl og meira að segja núna fyrir nýliðin áramót komin aðeins umfram það. Þannig að vélarnar hafa verið að keyra svona aðeins umfram hámarksálag, ef svo má segja, eða hámarksgetu síðan seint á síðast ári. Þetta hefur verið gert án þess að vera að bora nýjar holur eða auka upptektina úr svæðinu. Þetta snýst stýringu á vatnsborði jarðhitageymisins. Við höfum einfaldlega lært svo ofboðslega mikið í gegnum þessar hremmingar og það er engin skaði skeður á auðlindinni. Hitagjafinn, heitabergið er til staðar, vatnið er til staðar, vökvinn er til staðar og þetta er meira spurning um það hvernig við högum vinnslunni þannig að svona megi vera til langra framtíðar og við erum í dag mjög bjartsýn á langvarandi stöðuga endurnýjanlega vinnslu á Reykjanesi eins og sagan hefur reyndar sýnt í Svartsengi þar sem að reynslan er orðin yfir 40 ár. Og við ætlum að gera enn betur en það því bæði á Reykjanesi og í Svartsengi eru núna uppi áform að auka framleiðsluna án þess að taka meira upp úr jörðinni. Reykjanesvirkjun er 100 megawatt og við ætlum að bæta við einni 30 megawatt einingu og fara þá upp í 130 megawatt og fyrir því eru öll leyfi til staðar og það ætlum við að gera án þess að taka meira upp úr borholunum, heldur nýta betur það sem kemur til yfirborðs í dag. Svipað ætlum við að gera í Svartsengi, þar sem að elstu einingarnir í vinnslu eru að vera 40 ára gamlar. Við ætlum að taka út elstu einingarnar sem eru frá 30 upp í 40 ára gamlar og setja eina nýja einingu í staðinn sem mun tvöfalda afkastagetu gömlu vélanna með sömu auðlindanýtingu. Og þá bætast við það bil 10 megawatt við vinnsluna í Svartsengi aftur án þess að taka meira upp úr jörðinni. Þetta er bara bætt nýting. Hvað fer Svartsengi þá í? Svartsengi er í dag 74 megawatt og fer þá í 84. Reykjanesvirkjun fer úr 100 í 130. Og það er nóg eftirspurn eftir þessu rafmagni. Segðu mér, hvað er það sem að gerist? Er þetta eins og með betri nýtingu í Svartsengi og náttúrulega Reykjanesi, er þetta ný tæki eða eru þið að fá meiri þekkingu á þessu eða bæði? Þetta er sambland af hvoru tveggja. Annars vegar er til betri vélbúnaður í dag til þess að nýta breiðara þrýstisvið ef svo má segja og við höfum líka lært mjög vel á það hvernig skynsamlegast er að nýta það sem upp úr jörðinni kemur. Við köllum það jarðsjó, það er vökvinn sem er í Bláa lóninu, það sem upp úr holunum kemur er annars vegar gufa og hins vegar jarðsjór. Gufan er notuð inn á vélasamstæðurnar og jarðsjórinn er svo jafnvel látin sjóða meira niður til að mynda lágþrýstigufu til þess að framleiða meira rafmagn eða með öðrum hætti. Þannig að þetta er sambland af aukinni þekkingu, reynslu og framförum í búnaðinn. Og okkur þykir þetta gott, við erum stolt af því að geta byggt á þessari 40 ára reynslu og horft til langra framtíðar, miklu meir en 40 ár fram í tíman, að geta aukið vinnsluna án þess að taka meira upp úr auðlindinni. Og það er gaman líka að segja frá því núna að eftir viðsnúningin til hins betra á Reykjanesi og smávægilegar viðbætur í Svartsengi á þess að bæta við vélbúnaði, þá er raforkuframleiðsla HS Orku í dag í sögulegu hámarki. Hún hefur aldrei verið meiri á þess að hafa bætt við vélum. Og við höfum líka nýlega aukið við heitaaflsframleiðsluna og erum að horfa til þess hvar og hvenar við þurfum að auka hana enn frekar því að byggðirnar á Suðurnesjum stækka svo hratt. Það tala um þessa miklu aukningu og segir að það er mikil þörf fyrir hann.
út í gerfinu? Já, við byrjum á kannski vatninu, að þá erum við í fyrsta lagi núna í samstarfi við sveitarfélögin að horfa til þess að það þurfum við að finna ný vatnsból fyrir byggðirnar á Suðurnesjum og það er verið að vinna að því verkefni. Samhliða þarf einnig að svona kortleggja til þess að síðar geta ákveðið hvar og hvernig við ætlum að framleiða meira heitt vatn. Það má búast við því að svona eftir 5 ár eða rúmlega það, örugglega innan 10 ára, þá þurfum við að vera til meiri framleiðslugeta á hitaveitu vatni og við þurfum þá að hafa varmagjafan til þess svo og ferskvatni sem er hitað upp. Og það hefur verið að skoða í dag nokkra möguleika á því. Hvað raforkumarkaðinn varðar, þá er staðan búin að vera þannig í nokkur ár að rafmagn hefur verið svona það bil uppselt á Íslandi. Það er lítið rafmagn til aukinna notkunar. Og stærri notendur sem hafa viljað töluvert mikið rafmagn hafa sumir hverjir þurft að hverfa frá því að það hefur ekki verið til rafmagn fyrir þá, hvorki hjá okkur né öðrum. Við erum nú mest að horfa til þess sem við kallum almenni markaðurinn. Það eru heimili og venjulegu fyrirtæki og þjónusta í landinu, það sé ekki stóriðjumarkaðurinn, þó við sinnum honum líka. Stóriðjumarkaðurinn tekur 80% af rafmagni í landsins í dag og almenni markaðurinn 20%. Það er á vegum Orkustofnunar til nefnd sem heitir Orkuspárnefnd og hún gefur út raforkuspá þar sem reynt er að horfa fram í tímann hversu mikið rafmagn þarf að vera til reiðu í landinu í framtíðinni. Og Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir því að á hverju ári, næstu 15-20 árin og jafnvel lengur, þurfum við að bætast við framleiðslugeta upp á að jafna það svona 15 megawatt á ári. Það tekur mjög langan tíma að undirbúa hvert og eitt af þessum verkefnum, þannig að við horfum bara 10-15 ár fram í tíman, að þá þarf 150 megawatt í viðbót, sem er nokkuð mikil aukning. Og þá er ekki verið að tala um kísilver eða gagnaver eða jafnvel ekki einu sinni rafvæðingu í samgöngum eða rafbílana. Það er stundum svolítið gaman að setja þetta í samhengi við hina frægu óformlegu byggingakranavísitölu. Það er svo mikið af byggingakrönum í landinu. Allt sem þeir eru að gera leiðir á sér rafmagnsnotkun, alls staðar. Og samfélagið þarf meira rafmagn og það verða þrengingar ef ekki verður brugðist við með því að auka við framleiðsluna. Og við ætlum að taka þátt í því til þess að sinna þörfum samfélagsins. Hvernig sjáu þið enn frekari virkjun, hvernig ætla að ná í meiri orku á næstu áratug til dæmis, eða 15-20 árum? Það eru svona í raun og veru 3 leiðir, það er í jarðvarma, það er í vatnsafli og það er í vindorku. Og í jarðvarmanum er það þá fyrst þessi umrædda stækkun á 30 megawatt á Reykjanesi og síðan lítil stækkun með bættum vélbúnaði í Svartsengi. Við sjáum svo fram á nýtingu auðlindarinnar í eldvörpum líka. Það er vissulega að vera viðkvæmt mál, en það eru allar heimildir gefnar og öll leyfi til fyrir rannsóknarboranir í eldvörpum. Og við ætlum að rannsaka þá auðlind betur en gert hefur verið. En það eru líka allar líkur til þess að verði svo auðlind nýtt þá verði ekki reist orkuver í eldvörpum sjálfum. Heldur töluvert langt frá. Jafnvel nær Suðurströndinni fyrir vestan Grindavík. Þar sem að virkjun geti verið reist með svipum hætti á Reykjanesi þar sem að vélar eru sjókjaldar og þar verið til volgur sjór til fiskeldisnota eins og gert er á Reykjanesi og á þessu svæði er einmitt mjög mikið fiskeldi og þar verði hugsanlega einnig unnið þá sú viðbót sem þarf í heitaársframleiðslunni fyrir byggðirnar og það geti komið þaðan. Þetta eru verkefni á svona könnunarstigi. Nú síðan sjáum við fyrir okkur hugsanlega frekari aukningu á Reykjanesi en við erum með leyfi til að stækka þá virkjun í 180 megawatt og þar kemur inn í myndina fræg vélasamstæða sem er búin að vera til allt nokkuð lengi, stendur inn á gólfi á Reykjanesi. Það hefur ekki verið tilgufa fyrir þá vél ennþá en það sem við höfum verið að gera undanfarið og erum að gera í dag ásamt með prófunum á djúpborunarholunni sem eru framöndan á þessu ári, þá kunna að vakna möguleikar á því að nýta þá vél á Reykjanesi, þannig að við fullnýtum þá heimildir okkar til orkuvinnslu á Reykjanesi.
Þannig að hún verði notuð í tengslum við djúpborun. Það er hugsanlegt. Við vitum það ekki alveg ennþá. Það fer eftir því hvað holan gefur og hvers konar efnafræði, hitastig og þrýstingu að ræða. En það gæti farið svo, já. En við erum þess fullur að vélin verði notuð þó síðar verði og annar staðar. Aðeins aftur meira varðandi eldvörp. Hvað eru þið með einhverja stærði í huga þar sem þið ætlið að sjá út úr þessu? Já, á sínum tíma var nú talað um 50 megawatta raforkuvinnslu í eldvörpum. Við erum ekki að horfa til þess, við erum að horfa til 30 megawatta. Það er ein hola í eldvörpum þegar, hún var boruð árið 1983. Hún er orðin býsna gömul. Það styttist í fertugt. Hún gæti gefið svona 6-7-8 megawatt sú hola. Það er búið að prófa hana aftur nýlega og við teljum að með því að bora á eldvarpasvæðinu verði hægt að nýta 30 megawatt. Erum við að tala um mikla byggingaframkvæmdir og annað á svæðinu? Ekki á eldvörpum sjálfu, nei. Það þarf vissulega borteiga og að bora, en borteiga er í sjálfsagt að fjarlægja aftur. En að það eru þá gufulagnir. Þar getur hugsanlega einhver leyti verið neðanjarðar, til dæmis ofan í vegi og sjást ekki á yfirborði og leitt í burtu frá svæðinu og það er mjög stíft hort til þess að hreyfa ekki við gígaröðinni í eldvörpum og meira að segja frekar að reyna að snúa við þeirri þróun sem þar er þar sem að ágangur gangandi fólks er farin að setja mark sitt á gígaröðina. Mosi skemmist og gönguleiði traðkast og þess áttar því það er frjálst aðgengi þarna Við teljum að það fari þá saman eins og svo víða annar staðar að orkuvinnsla og ferðaþjónusta geti unnið í takt og sátt við náttúruna og hvorn annan með því að bæta aðgengi og stýringu og verndun svæðana. Leið við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkur frétta, VFFS sannkallaður fjölmiðill og gefur út blað fréttavifi á netinu og svo þennan sjónvarpsþátt. Prentútgáfa Víkur frétta hefur verið óslitin í nærri 40 ár og blaðið fyrir inn á hvert heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum í 9.000 eintökum. Fréttavefurinn VFF.is er með puttan á púlsinum í fréttum, íþróttum, menningu og listum alla daga. Og þá er vefurinn kilvingur.is að gera sama í golfíþróttinni. Nýjar golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns má finna á Víkurfréttavefnum og á hringbraut.is. Við endum þáttinn með Suðurnesja tónlist að sjálfsögðu, en við kíktum á æfingu hjá söngvaskáldum á Suðurnesjum. Við fengum tóndæmi fyrir fyrstu tónleikana í þeirri tónleikaröð, en þar er kíkt í risastóra tónlistarkistu Gunnars Þórðarsonar. Takk fyrir okkur, verið sæl. Bláu augun þín, blika djúp og skær, lýsa leiðina mín.